Já, verið þið velkomnir aftur áorðu góðir hér í KA TV. Hér stórleikur í úrvalsdeild kvenna að fara að hefjast. Leikur sem hefur þurft að senkast aðeins vegna stórbrotins leik hjá köllunum hér rétt áðan. Og maður veit nú ekki ennþá bara almennilega hvernig maður á að bregðast við, það sem var að gerast þarna rétt áðan. KA með fyrsta sigur sinn á Hamar og fyrsta tap Hamars í vetur og það var lítið til þess, eiginlega bara fyrsta tap Hamars hérna eiginlega í svona alvöru leik. Þeir hafa tapað leikjum þegar þeir hafa verið búin að vera deildarmeistarar eða komnir í lykilstöðu, en þetta sigur hjá KA var stórkostlegur. En nóg hann, nú komið að konunum. Stórleikur, 2 efstu liðin, Álftanes og KA, og við byrjum að kíkja á lið Álftanes. Númer 2 Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir, númer 6 Marija Eugenia Zageras, númer 8 Neira Sahirovic, númer 9 Michelle Treni, númer 11 Simona Usic, númer 15 Heiðrún Ómarsdóttir og númer 16 Slatjana Smiljanic. Þjálfari Álftanes svo Egill Þorri Arnarsson. Og já, mæta kannski ekki með allt og marga leikmenn, en það býr náttúrulega hellingur í þessum leikmennum. En spurning ef að leikurinn dregst eitthvað á langinn, hvort að gæti kannski endaði smá vandræðum með að klára 5 hrinur, en sjáum hvað setur. Kíkjum á lið KA. Númer 1 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, númer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir, númer 6 svo Gía Guðnadóttir fyrirliðin, númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir, númer 8 Lilja Kristín Ágústsdóttir, númer 9 Auður Pétursdóttir, númer 10 Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, númer 11 Amelía Ír Sigurðardóttir, númer 12 Rakel Hólgersdóttir, 13 Valdís Kapitula Þorvardóttir, 16 Annika Snædís Gautadóttir, 17 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir og þjálfari Miguel Mateo Castrillo. KA á toppnum fyrir leikinn. Álftanes hins vegar hefur leikið leik minna og 2 stigum eftir KA, þannig að þær eru svona tæknilega séð á toppnum, hafa tapað færri stigum í vetur, aðeins tapað 1 leik. En það þarf alltaf að vinna leikinn sem eru inni, en sigur hér í dag myndi koma KA hins vegar í þá stöðu að vera búin að tapa færri stigum, en þetta kemur fyrsta stigið. Heiða með neglu hérna á kantinum, Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, bombar þessum bolti í gólfið, kemur KA í 1-0. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Hér kemur Jóna, hörkubolti og hann inni! Nei, dómarinn dæmir hann endan úti. Hann var fyrst dæmdur inni, en endanum leikurinn boltinn dæmdur úti. Við bregðumst við því. Svona, já. Það orðið 1-1. Þessi bolti eins og verið út líka. KA leiði þá 2-1. Heiða menna bolta, ágætis móttaka, ætla að redda þessu, koma hann þessu yfir. Jóna upp á Helenu og Helena neglir þessu í gólfið. Já, þær systur, báðar búin að koma með frábær smöss að kantinum og KA komið í 3-1. Helena og Heiða Gunnars dætur.
magnar Blakkonur og Heiða mitt í uppgjafastöðunni. Kemur hér, flottu bolti frá henni og vel gert hjá Valdísi, tekur góða vörn hérna og þessi bolti, já, Jóna bergar þessu og kemur Helena með hörkubolta og skorar, já. KA-liðið að byrja þetta frábærlega, komnar í 4-1. 3 stig í röð. Fyndi við að það var fín vörn hjá Valdísi en hún samt greinlega vill gera enn betur og Matteo sammála. Þau fara hana vel yfir hvernig á að taka bakarinn. En svo kemur þessi bolti frá Heiðu, hann út. Og staðan því 4-2. Eins og í staðan í deildinni þá KA á toppnum. Álftanes aðeins tapar 1 leik, KA tapar 2 hins vegar. Og þar fyrir aftan kemur afturhelding, þetta svona 3 efstu liðin og stefnir í hörku, spennandi toppbaráttu í úrvalsdeild kvenna. Og þessi bolti dettur svo í gólfið, já. Svona finnst aðeins meiri einbeiting í KA-liðinu. Svo Álftanes svona ekki alveg búin að gíra sig rétt í þennan leik, en það mikið undir. En klárlega það vantar eitthvað aðeins í hópinu Álftanesi. Þær eru fáliðar hér í dag. Boltinn þælur fyrir Heiðu og boltinn upp á Gíu, hún blokkuð, boltinn innleik, Gía upp á Hrafnhildur Ásta, flottu bolti, fín vörn eins og það hjá gestunum. Og áfram kemur Hávarðinn, tekur kraftinn úr, sem kemur Helena, blokkuð af krafti, frábær blokk. Mér sýndi þetta nú vera Michelle Trainee sem að tók þetta. Hún og Dýrleif voru þarna öflugar og mér sýndist að vera Michelle sem tók þetta. Minkar þetta í 5-3. Jæja. Fín móttaka hjá Heiðu, boltinni tilbaka á Hrafnhildi Ástu. Virkilega góð björgun hérna hjá Slatsenu Smiljanic, líberó Álftanes. Og aftur hann að verjast frábærlega hérna og KA-liðið nær ekki valda á bolta. Þetta stig ætti nú að þetta bara skrifast á Slatsenu Smiljanic. Frábærlega varist hjá henni. En hann ekki oft sem að líberóinni fá stigin sín eða fá svona það þakklæti sem eiga skilið. Kemur Gía, frábært hratt uppspil á Gíu og Gía klárar þetta frábærlega. En talandi að líberónir eiga meira hrós skilið, þá var reyndar Valdís Kapitola Þorvarðardóttir, líberó KA-liðsins, valin Blakkona ársins fyrir árið 2022. Það náttúrulega stórkostlegt. Ekki bara að hún sé í KA, það er bara magnað að líberó skuli fá svona tilnefningu. Það svona titil og sko alltaf inn til að hamingju með það. En sjáuði kraftinn í Gíu. Gerir þetta frábærlega. Kemur KA í 7-4, 2 stig í röð. Gía komið 2 stig. Hrafnhildur Ásta fram í uppgjöfinni. Þetta er að byrja vel. Hrafnhildur kemur hér. Fínn bolti. Slatjana eins og með flotta móttöku að vanda. Og já, Valdís nær að verðast þessu, missar bolta eins og yfir. Kemur Dýrleif hérna, en Hrafnhildur Ásta vel staðsett. Kemur Helena með bolta, Dýrleif, Hanna setur hendina út, en þarna var Slatjana Smiljanic klár í slaginn. En kannski vantað að kalla betur hérna, Dýrleif var allavega að setja hendina út. Og Heiða fær því skráð á sig sitt annað stig. 8-4, 3 stig í röð á KA. Flott byrjun. Hrafnhildur Ásta setur hann eins og í netið. Og þetta er 3. uppgjöf sem klikkar á KA. Engin klikkaði á Álftanesi til þessa. Nei, fyrir ekki, það er einn klikkaði á Álftanesi.
Þarna var einhver miskilningur milli þeirra systra og endanum á misti Heiða af þessu og María Eugenia skorar sitt fyrsta stig ás hjá henni, annar ás myndi ég í leiknum, fyrsti hjá Álftanesi. Jóna upp á Heiðu í afturlínunni og þessi úti. Tæpur var hann, hann var mjög tæpur en ég held að það sé rétt, hann hafi verið úti. Jæja, Helena með flottu bolti hjá henni og skorar hérna gott stig. Og þetta gott stig, KA-liðið að halda áfram að stýra þessu 11-7. Og já, 4 stig rauða KA núna. Kemur Helena. Flottur bolti, Sladjana í vandræðum og þetta ás hjá Helenu. Helena heldur áfram að þjarma þeim. 5. stigið hjá Helenu í leiknum og þá tekur hann Egill Þorri, þjálfari Álftanes, leikhlé. KA með frábæran kafla hérna, 13-7 yfir. Og eðlilega vill Egill reyna að stoppa þetta en KA-liðið einfaldlega bara mæta frábælega til leiks hérna. Jæja, kemur fítbolti sem að Helena Vestfili afturlínu og skipallt frá Hrafnhildi sem að blokkaður og kemur lauma hann. Hrafnhildur mætti þess að undir, vel gert hjá henni. Það kemur Heiða með bolta af Háorninni, frábær Háorninni að báða með, kemur lauma, Gía, reikuboltan í hann. Hrafnhildur var eins og örugglega mætti hann undir en vantar kannski eins og hinum með náðan aðeins betra. Það talaði betur saman og kallaði bolta. 13-8. Vel gert hjá Valdís að bresta þessu bolta. Hann datt af netinu og í kjölfarið skorar Gía. Já. Erfitt að lesa í þessa uppgjöf sem dettur þarna í netið og pompar niður en Valdís að vanda frábær í móttökunni. Og Gía Guðrúndóttir, hún að byrja leikinn frábært, komið 3 stig á miðjunni. Það ekki oft sem við sjáum miðjur skora svona mikið. En ákveður Gía að setja gott í billi, setur hann í netið og skiptir svo út fyrir Valdísi. Jæja,
Fínt hjá Heiðu, hratt uppspil á Lovísu, það verðist þessu vel, Valdís sem mætti undir, vel gert hjá henni og Slatsjana hinum megin, þetta er virkilega flott blak og Jóna reynar að berga þessu, þetta er erfiður bolti og Álftnesingar að finna taktinn betur. Michelle Treyni með sitt annað stig í leiknum. Langur bolti, já. Fljótt sem var hægt að lesa í þessi væri út og stelpurnar kölluðu það vel. KA 15-10 yfir hér í fyrstu hrinnu. Þá komið hringinn Jóna Margrét Arnarsdóttir. Ég Ása Trúar. Það munaði ekki miklu þarna. Og í kjölfarið þjörmu við að gestunum við herr verjast vel. Gefur Michelle Treyni með bolta langt út. Já, ekki töts þarna, ekki spurning. KFA stigið. Eins og segið, þegar Jóna tekur sínar uppgjafir, þá maður Ása Trúar, það ekkert annað í boði. Það munaði litlu á hann, hvað gerist núna? Jóna hörkubolti og það ná að verjast þessu og Valdís spilar upp, setur hann upp á Hrafnhildi, boltinn svolítið aftarlega. Kemur Michelle Treyni inni, já, þessi var langt inni, vel slegið hann og minnkar þetta í 16-11. Þá næra Salilovic en Valdís sér við þessu, kemur lauma frá Heiðu, þetta vantar meira bara talanda hjá Álftnesingum og kannski var það bara gildra hjá þeim að láta lítið út fyrir að það væri ekki alveg nógu góðu talandi hjá þeim, en svo kom þessi bolti vel yfir og Michelle Treyni komin með 4 stig, minnkar þetta einmitt í 4 stig, 12-16. Með hennar bolta, flott móttaka hjá Valdísi, kemur Heiða af hávörninni, Slatsjana bjargar þessu, kemur boltinn hérna uttalega, já, Jóna nær að gera bara virkilega vel úr þessu, en frábær vörn hjá gestunum, Valdís enn og aftur með frábæra vörn í afturlínunni og það kom boltan yfir, sóknarleikur KA heldur áfram hér, kemur Heiða bombar þessu, hávörnin frábær, Slatsjana mætti undir, og kemur Michelle með hennar bolta út. Já, þetta er virkilega gaman að sjá að bæði lið að spila flottan varnarleik og sama tíma eru að reyna að sækja stig líka, en það er einfallega bara frábær varnarleikur hérna, það þarf að hafa virkilega fyrir að sækja stig. Fín hávörn, Jóna mætti undir, Valdís upp að langur bolti þarna, erfiður bolti og það ná að bjarga þess að fóra af hávörnina sem fyrir KA aftur 3 stertingar, kemur Michelle Treyni og Valdís mætti undir og eftir bolti og langt til hliðar og Michelle Treyni komið 5 stig. Hún að fara hamförum hér fyrir gestina. Minnkar þetta í 17-13. Þá komið að henni Heiðrún Ómarsdóttir með hennar bolta, vel gert hjá Helenu, kemur svo Helena aftur, fastu bolti, það missa móttökuna yfir og þá gerum við klúður hinum en þetta er rosalega klaufalegt hjá Dýrleif, þetta getur verið dýrkeypt, setur hennar bolta út. Það er greinilega bara að stýra boltanum hana til hliðar en sett hann fulldjart til hliðar og KA sleppur með skrekkin, komið í 18-13. Þá Lovísa Rut, nýkjörinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar
Já, þarna var einhver miskilningur milli Lóísu og Heiðu og þessi bolti eftir í gólfið og Dýrleif skora sitt fyrsta stig. Valdís Kapitola þá mætt aftur til leiks. Þetta er vel gert hjá Heiðu. Boltinn upp á Helenu. Helena á hörku bolta. Sladjana gerir mjög vel að verðast þessu. Og Valdís, þessi bolta hátt upp í loft. Þannig að Jóna hefur nægan tíma. Sladjana mætt undir. Hún er að spila frábæla í liberónum. Og kemur Helena. Bolta sem að hún sagði rætningu við. Og svo endar þessi bolti í netinu. Og Káa komið aftur 5 stigum yfir og þá kemur skipting Amelía Ýr Sigurðardóttir inn fyrir Hrafnindi. Amelía með virkilega öflugar uppgjafir og skil það mjög vel að hendin inn hérna til þess að pressa á gestina. Kemur Amelía hér, fít bolti en það ná að verðast þessu og kjölfari kemur boltin upp á Jónu. Jóna, en er Sladjana vel staðsett og þarna datt þessi bolti í gólfi og Álftanes. Það helst svona jafnvægi í þessu 4-5 stig. En já, skemmtilegt. Amelía komin inn og er þá að spila sem uppspilari. Jóna er þá komin í Díó stöðu til þess að halda meiri pressu sóknarlega séð. Þetta er mjög skemmtilegt útspil. Þangur bolti, þarna var einhver miskilningur. Já, komið svolítið af svona klaufaboltum núna hjá stelpunum og María fær sinn annan áskaðan á sig, minkar þetta í 3 stig. Og þetta kemur hún aftur með ás. Þessi bolti var nú, hann greinilega tók góðan sveif þarna og það truflaði Heiðu og Valdísi og staða núna 19-17. Álftanes með 3 stig í röð og Matteo tekur leikhlé. Og spurning hvað hann hefur að segja. Já, sjáum hérna stigaskorið er svipað hjá liðunum. Ja, þá er leiklið búið og þá heldur hún María áfram í uppgjafstöðinni. Þetta er eins og það er vel gert hjá Valdísi, engin vandamál núna. Helena með bombu, frábær vörn hins vegar. Og Amelía upp á Helenu, Helena bolta sem að missa yfir og en er hann í gangi þessi bolti hérna. Valdís missar hann yfir hins vegar og Dýrleif ætlar að ýta honum í gólfið, gengur eins og var ekki og hérna kemur svo frábær blokk. Já, mér sýndi þetta að vera Dýrleif sem átti þetta. Hún og Simona voru hérna saman í þessu. Já, loka á Jónu og skyndilega er aðeins 1 stig á milli þeirra, 18-19. María, menna bolta. Sittur hann á Helenu, Helena sem hefur flotta móttöku, hratt uppspil á Gíu, en það verðast því. Bolti hérna af Háorninni og Gíja upp á Helenu. Helena með bolta, hérna Háornin tekur kraftin úr þessu. Álftanes sjá Álftanes núna og það er að jafna metin. Michelle Trenni jafnar í 19-19. 5 stig í röð. Káalið tekur smá liðsfund.
Það er alltaf svona, það var mjög ákveðin köll frá Matteo að biðja að slaka á, sem er alltaf mjög fyndið þegar einhverjir hálf kallar á mann að eiga að slaka. Kemur Jóna minna bolta, setur hann vel yfir, setur hann beint á Slatsjunu sem að verst vel, kemur hörku bolti hér á kantinu frá Næru. Og hún nærist á þessum boltum, skorar hér sitt fyrsta stig, kemur Álftanesi í 20-19. Alveg spurning með annað leiklið hjá Matteo. 6 stig í röð í Álftanesi og þeir eru komnar yfir. María, fít bolti, Amelia upp á Jónu. Jóna slæra bolta og þarna kom stigið sem við þurftum. Nær að losa þetta og jafnar í 20-20. Já, þá kemur Heiða fram, Helena í uppgjafstöðuna. Þá fer Jóna aftur þá Díó megin og þetta er vel slegið hjá Næru. Já, setur henni hárnuna út og kemur alltaf þessi aftur yfir 21-20 fyrir gestina. Dýrleif menna bolta, hann er langur, hann er út. 21-21. Gía þá fyrir Káa, sjáum að Káa klikkat 4 uppgjum, Álftanes 2. Kemur Gía. Menna bolta, þægilegt eins og kemur Magnu Lauma og Gía, ræra verðast þessu og Jóna bjargar bolta 2, skilja boltan yfir. Sénsinn hjá Álftanes, kemur Lauma aftur og þetta gera þeir virkilega vel. Það er oft sem að Lauma heppast ekki, þá Laumar ekki strax aftur, en frábær Lauma hjá Simona Usic. Kemur Álftanes í 22-21. Hvert stiga heldur betur að vera mikilvægt. Mikilvægt að vinna fyrstur hinnu. Boltinn hérna upp á Lovísu. Það verðist þess að vel. Frábær vörn hjá gestunum núna. Og svo kemur þessi bolti frá Michelle á sneiðir boltan. Skorar sitt 7. stig. Og kemur Álftanesi í 23-21 þegar Matteo tekur seinna leikliðið sitt hér í þessari fyrstur hinnu. Já, eftir frábæra byrjun þá hefur svolítið dregið af Káa-liðinu, við erum búin að gefa svolítið mikið af mistökum, en á sama tíma Álftanes líka bara búið að þétta raðirnar, þar hafa komið sér betur í gang, er að spila hörku varnarleik og eru líka að sækja flott stig, komið með 10 smartstig núna, gegn 9 hjá Káa-liðinu. En já, sjáum hvað leikliðið gerir. Simona fyrir Álftanes. Valdís missir móttökuna yfir. Sénsinn á gestunum. Michelle Laumar. Jóna eins og var búin að lesa þetta. Mætt undir. Bolti frá Amelíu. Upp á Heiðu. Heiða með utanlega bolta. Slatsjana á réttum stað. Bolti tilbaka á Jónu. Jóna fastu bolti. Slatsjana verst þessu. Kemur boltin þetta upp á Heiðu. Heiða blokkuð. Erfiðu bolti. Frábær vörn áfram hjá gestunum. 24-21. Álftanes. Þá gerir Matteo breytingu, Amelia út og Hrafnhildur Ásta inn í staðinn. Þá fer Jóna aftur í uppgjafstöðuna. Álftanes stígir frá því að vinna fyrstur innu. Nú koma boltan yfir. Já, Helena gerir það. Áfram mjög góð vörn hjá Slatsjönu. Nú kemur Heiða. En við erum að setja boltan beint á Slatsjönu sem er, ég segi, frábæran leik í vörninni hjá þeim. Kemur. Já, Heiða með hörkubolta sem var líklegast á leiðinu út. En
fer hérna af Maríu Káa. En þá inn í þessu 24-22 núna. Þá tekur Egill leikhlé fyrir gestina. Egill Þorri Arnarsson eins og gríðarlega mikilvægt að vinna fyrstu hrinu. Þá skiptir þetta ekki alveg öllu máli en það getur oft svolítið svona sett tóninn. Hjálpaði þessu ekki Hamar áðan. Þeir eru unnu fyrstu 2 hrinurnar móti Káa áðan Gallamegin. Káa með ótrúlegan sigur sem þeir sneru leiktum gjörsamlega við og unnu 3-2 í 8 hrinu. En sjáum hvað gerist núna. Jóna Margrét Arnarsdóttir, hún getur sótt úr uppgjáðunum sínum. Hvað gerir hún hér? Má eins var ekkert klikka. Jóna. Fastur bolti, Slatjan nær að verast þessu og það er skora stigið sem vantaði að Deyrandi í hávörðinu að detta niður og Álftanes klárar þetta. Þessa fyrstu hrinu 25-22 og leiðir því 1-0. Já. Það var áhugavert eins og segi. Mér fannst viss skjálfti í Álftanesingum til að byrja með. Káa-liðin byrjaði eins og það er miklum krafti og síðan snýrist það alveg við. Það kom svona smá titringur í Káa-lið. Fór að gera svona klaufamistök, vanta hans bara talanda. Sama tíma Álftanes að spila frábæran leik, er að leiða á hreinuna og vinna 3 stiga sigur 25-22. Sjáum hérna stigaskorinn 18 sóknarstig hjá Álftanesi, 13 Káa. Vissel Treni misstigast með 8 stig hjá gestunum, María með 4, Næra 3, Dýrleif Hanna 2, hjá Káa Helena Kristín með 5, Heiða systirinnar með 4, Gíja með 3 og Jóna Margrét 1. Við kíkjum svo á tölfræði liða. Uh, 22-25 sigur gestana í fyrstu hrinu. Já, Káa með 10 smarstig, gestinir 11, bæðileg með 3 ása, Káa með enga laumu, Álftanes með 1, 1 blokkstig á Káa, 3 blokkstig hjá Álftanesi. Og já, Káa fær 8 stig eftir mistök hjá gestunum, Álftanes 7 og Káa klikkar 4 uppgjöfum, Álftanes 2. En þetta var hörkur fyrsta hrina, aðeins sveiflukent. Sjáum hvað gerist í þeirri næstu. Stelpurnar það klálega æstar í því að jafna metin. Þetta er alltaf raunni 6 stiga leikur. Gríðarlega mikið undir í toppbaráttunni. Og þess að við gleymum því ekki að Afturelding er líka með í baráttunni. Þannig að skiptir sköpum að fá eitthvað út úr þessu og helst náttúrulega öll 3 stigin fyrir bæði lið. Þannig að við munum sjá svakalega baráttu í annar hrinu. Já, þá er alltaf að vera klárt fyrir aðra hrinu. Þá erum við klári í hrinu 2. Jóna Margrét í uppgjafstöðinni. Kemur hér
Fastubolti frá Jónu og móttakan eins og frábær. Og þessi bolti eins og í net. Sem fór í netið. Já. Og Káa því 1-0 yfir. Þetta var mjög skýrt, þessi bolti fór í netið. Ekki hórnina. Kemur Jóna. Fít bolti hjá henni, það missa boltin yfir og Heiða er fljót að refsa. Lúrir þarna við netið og ítur hann beint niður. Eitthvað hefur Zlatan að Smiljanic lenti eitthvað illa þarna og reynda að fóta sig eftir bolta. En vonandi fyrir gestina er í lagi með hana. Algjör lykil leikmaður. Æja, boltin er upp á Heiðu. Heiða neglir og skorar. Frábær byrjun hér á annarri hrinu. 3-0. Heiða kom með 60 núna. Jóna heldur því áfram í uppgjafastöðu. Bíðum þá enn eftir fyrsta ásunum hjá henni. Jóna fastu bolti. En fram með móttakan góð. En þessi bolti slakur á mig sjálf. Setur hann ansi neðal í neti. 4-0. Já, gestirnir viljið fara að reyna að drífa í að losa þessa stöðu. Það er í vandræðum þó að Jónas sé ekki endilega að skora ásana. Þá er hún að sitja þess að því erfiða stöður. Koma boltan minna yfir á endanum. Boltinn á Hrafnhildi Ástur. Hrafnhildi með hörkubolta. Frábær vörn hjá Zlatsjönu. Og hvað dæmaði hér? Það verið net. Hlýtur einhver að vera rekist í netið, það var leina sem að make a sense hérna. Allavega, staðan er alltaf orðið 5-0 fyrir Káa. Jóna heldur áfram. Æja, við erum að lauma hérna og festi á dottin Jólu. Þetta var mikið stig fyrir gestina. Ná að losa stöðuna og koma sér á blað. Heiðrún Ómarsdóttir með sitt fyrsta stig. Simona Usic svo í uppgjafastöðunni. Þessi bolti hérna á Heiðu. Kemur svo á Hrafnhildi. Hrafnhildi blokkuð. Og allar gamla blokkuð en auðvitað allar núllast hreyfingarnar. Og Heiða svo með hennar bolta sem að skorar. Heiða kom með 7 stig og hún er að spila virkilega vel. 5 smarstig, 1 lauma, 1 blokk. Káa aftur 5 stigum yfir, 6-1. Og komið að Heiðu í uppgjafastöðunni. Fín móttaka og hörkubolti. Jóna eins og með frábæra vörn. Kemur Hrafnhildur Ásta, setur boltan í netið. Já. Já, það er aðeins styttra í brosið hjá Matteo núna. Heiða fín móttaka, kemur svo Hrafnhildur Ásta. Flottur bolti en á verðist þessu. Flott rally sem ganga núna á milli. Kemur Helena Kristín. Helena gefur systursinni lítið eftir, komið 6 stig núna. Það er systur með 7 og 6 stig. Lovísa
fyrir Káa. Slatjana með flotta móttöku beint að auðspyrjara að vanda. Og þetta vel varist á Lovísu, bjargar þessu bolta og komur með yfir á endanum. Kemur svo Michel laumar og Lovísa náði ekki aftur að bjarga þessu. Það gaman að fylgjast með Lovísu. Hún að bæta sig líka mikið í afturlínu. Það var miðjuspil kannski ekki mikið fyrir aftan, en það var samt mikilvægt að það sé ekki auðvelt skotmark þegar miðjan í afturlínu. Já, net á gestina, ekki nokkuð spurning með það. Hrafnhildur Ásta, en að bolta út. Aðeins mikið til heiðar hjá henni og fyrir út. Og 4 stiga munur, 8-4. Káa búið klika 5 uppgjöfum, gestir aðeins 2. Valdís, bolta sem Jóna þarf að sækja og kemur Helena með hennar bolta yfir. Og vel gert hjá Valdísi, virkilega vel varist og krefindi bolti. Helena kemur svo yfir, áfram sensinn hjá gestunum, kemur lauma, fín hávörð og gott betur Gía. Með magnaða blokk og hennar 4. stig í leiknum. Önnur blokkinu Káa í leiknum. Helena, flottur bolti og Slatjana missir á honum og byttu nú þarna. Gía að byrja að fagna, ég tók ekki eftir að Álftanes náði að redda þessu. En það gott að Jóna var bara klári að klára þetta í staðinn. Staðan hún 10-4. Helena með hennar bolta, frábær móttaka og kemur lauman en Gía nær að hafa hendur á þessu. Og þarna vantaði að tala betur saman. Heiða og Valdís. Báðar æstari að taka boltan. Staðan núna 10-5. Valdís frábær móttaka, kemur Einar frá Gíu. En það verðast þessu. Dýrleif Hanna setur hann yfir. Kemur svo boltin á að Heiðu. Heiða þarf að íta honum yfir, gerir það eins og þar. Og þetta vel varist hjá Hrafnhildi Ástu. Kemur svo Helena, frábærlega varist hjá Slatjönu. Fín hávörð, hvar endar þessi bolti, frábæra varnir að báða og bóa. Og þá kemur Heiða með neglu hérna. Gjörsamlega frábærlega gert hjá Heiðu. Kemur Káa í 11-5, Heiða komið með 8 stig. Gía. Það fyrir Slatjönu, kemur Dýrleif Hanna en hafa Gía mætt undir, vel gert. Og Heiða með hörkubolta, Slatjana áfram að gera virkilega vel vörninni. Og svo kemur þessi fastu bolti frá Næru. Og Gía nær ekki að verðast þessu. Já, 4 stig hjá Næru núna. Henni Hýru. Því stafsökunar verður ekki alveg klára á framburðinum. Já, ná að berga þessu stelpunar. Sensinn hann hjá gestunum aftur. Bolti, þetta sjálfséð. Valdís missir þarna valdabolta. Og staða núna 11-7. Það þó aldrei að vita um þetta verði svipað eins og í fyrsturinu. Káa liðið byrja betur.
og svo nær Álftanes að snúi sér í vil. Sjáum til. Dillef þennan bolta sem að Heiðland tekur vel á móti. Boltin er upp á Heiðu, Heiða á fín hávörð, tekur kraftin úr þessu, kemur afturlínu smass í Lovísu og út. 11-8, María með sitt 5. stig. Það er að ná að dreifa stigaskorununa svolítið vel, gestirnir, og komið 3 stig í röð, minnkandi 3 stig. Æja, Helena en frábær hávörð hjá henni Heiðrúnu. Og þarna kom lauma frá Jónu, frábærlega gert hjá henni. Lúmsk hvernig hún leit yfir, sá að það var engin klár í laumuna og þetta var gaman að sjá. Jóna Margrét komið 2 stig, 1 úr smassi í díóstöðu og 1 núna laumu í uppgjafastöðu, nei fyrir ekki uppspyrjastöðu. Kemur svo hérna, setja boltann í netið. Æja, 12-9. Langur bolti, góður bolti á Valdísi, kemur Hrafnhildur Ásta, Hrafnhildur með boltan henda sem að ná að verjast vel, gestirnir, sensinuna hjá Káa. Alveg spurt með tvíslag hérna, en sleppur með þetta. Michelle lauma, Jóna upp á Hrafnhildur, Hrafnhildur með flotta bolta áfram vel varist á Slatsjönu. Háurði fín að þetta vantar samtal. Við erum aðeins svo mikið híkandi. Bolta sem að maður er ekki vanur að sjá þetta í gólfið hjá okkur. Jóna upp á Hrafnhildur blokkuð, hetjuleg bara þegar stelpunum kom boltan yfir. Kemur Michelle, menna bolta á henni blokkuð, boltan í leik, frábær bar það báðum liðum. Vel getur Helena að bjarga þessu bolta, kemur Hrafnhildur Ásta. Það kom að því að bolti voru í gólfið. Hrafnhildur er búin að þjarma að þeim og loksins fekk hún stigið sitt. Fyrsta stigið hjá Hrafnhildi og það er ekki að síðasta í dag, ég fullyrði það. 13-10. Þá er Heiða hér fyrir Káa, Slatsjana, góða móttöku og já, þetta er rétt, Álftanes fær stigið. Það var bókstaflega snúinn bolti og leiðurna 13-11. Káa, Álftanes er að færast nær, og nær. Æja, boltin upp á Lovísu, en hárni fín og þetta er mók. Það var aðeins of gróft til þess að sleppa. (14-11), þá gerir Káa breytingu. Auður nokkur Pétursdóttir kemur þá inn í uppgjafstöðuna. Auður verið að vinna sig inn í stærra og stærra hlutverk. Hún er þrátt fyrir ungan aldur. Og hún er örugglega mætt til þess að pressa. Flottur bolti. Michelle menna bolta, Háurnin, yfir kraftin úr þessu, vel getur Auði svo mæta undir, kemur Helena með hörku bolta, þarna þekkjum við Helenu. Og ánum komið 7 stig, 5 úr smössum, 2 Ása.
Auður heldur áfram í uppgjöfinni. Kemur Auður hérna. Flottur bolti. Já. Gera eins og það ágætlega úr þessu eftir erfiða móttöku. Kemur Helena, setur hann í antennuna eða spíruna. Og Álftanes fær sitt 12. stig. 15-12 fyrir KA. Og þá kemur Lovísa inn til þess eins að skipta við Valdísi. Alltaf mjög skemmtilegar þessi kapall. Já, Heiðrún fyrir Álftanes. Langur bolti, Heiða tekur vel á móti, kemur svo boltinu upp á Hrafnhildi. Hrafnhildur eins og var fín hávörð hjá þeim. Og svo Jóna með frábæra vörn, kemur svo Hrafnhildur hinum megin. Setur hann stuttan og það missa hann yfir og Gía refsar. Já. Þetta virkaði mjög sakleysilegu bolti frá Hrafnhildi yfir. En þar klúðruðu fyrsta touchi og Gía ekki lengi að refsa þarna. Frábæra getur Gíu. Þá kemur Amelía Ýr inn í uppgjafstöðuna. Amelía kemur hér. Flottu bolti, já, en áfram með móttökan í góð og reyna að lauma. Jónas styr við þessu, kemur Helena, hörku bolti. Slatjana áfram frábælega gert hjá henni í afturlínunni. Og svo kemur flottur bolti hérna og Marja að skora sitt 7. stig. Þetta ennþá galopið. Álftanes að reyna að brúa bilið. Valdís í vandræðum hérna og þetta Ás. Ás hjá Michelle Treni komið 10 stig strax í leiknum. Hún ætlar að fara hamförum hérna. Stigaðist á vellinum. Kemur aftur hérna. En nú Valdís í betri stöðu. Og Helena. Kemur hún yfir. Og hérna Marja að skora sitt 7. stig. Mingar því 16-15 og KA-liðið tekur aftur svona smá peppfund á vellinum. Já, það er bara að halda áfram. Amelía upp á Jónu, Jóna kemur hún yfir. Og já, Valdís bergar þessu bolta og Jóna kemur hún yfir. Og þarna klúður hjá gestunum. Ég skil ekki alveg Slatjunu þarna. Hún hefði getað ítt hann yfir í 3. bolta en var orðin eitthvað pirruð. Hún bara sleppti því að reyna. Og KA fekk því stigið 17-15. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Já. Þeir ákveðisbolti. Já, svo fer hann illa af hárninu og dettur niður. Þannig að það var ekkert að gera mikið í þessu og Michelle Treni komið með 11 stig. Já, vel gert. Nei, ég meina boltinn hafi farið í antennuna. Men ég held að sé rétt þegar maður pælir í því. Þannig að staðan er í jöfnuna 17-17. Álftanes þar að leika saman leik og gerði fyrsturinn upp. Snúa þessu séri við þegar mest á reynir. Valdís frábær móttaka. Kemur sér boltinn upp á Heiðu. Heiða skorar. Já. 18-17. 9. stig á Heiðu. Gríðarlega mikilvægt að KA vinni þessa hrinu. Gía Guðnadóttir
Kemur hér. Og reyna að íta þessu bolta og Amelia reynir að bjarga þessu. Það er ekki að stýra honum alveg nægilega vel. Þetta erfiðu bolti og að teygja sig í hann. 18-18. María með sitt 8. stig. Þá er Dýrleif Hanna fyrir Álftanes. Og hún sækir ás, hún Dýrleif. Og kemur Álftnesingum yfir 18-19. Hennar 3. stig, hennar 1. ás, 5. ásinn hjá Álftnesingum. Aftur kemur Dýrleif. Þessi bolti, já, nú er Heiða klár. Amelia upp á Lovísu, Lovísa neglir þessu. En boltið er á lífi. Og, nei, ég fannst hún hafa farið í netið þarna en það slapp reynilega. Áfram þetta kemur að reyna að lauma, Heiða verst þessu. Og fín Hávörd, Amelia upp á Heiðu, Heiða neglir þessu, Hávörnin hins og tegur kraftin úr þessu, áfram með þessi leikur bolt í leik. Og svo kemur fín boltið þarna frá Nehíru. Álftanes er skyndilega 2 stigum yfir hér á lokakaflanum og Matteo ætlar enn að bíða með leikliðin sín. Hann áður bæði inni. Dýrleif. Þannig að bolta, Helena tekur Amelia upp á Jónu. Jóna neglir þessu. Fín vörninsvar hjá gestum að vanda. Reyna að lauma. Og gera meira en bara reyna það. Hún er að lauma og skora, komið sér 21-18. Þá hlýtur Matteo að taka leiklið. Jájá, hann tekur leiklið. Já, þetta er eiginlega bara nákvæmlega sama og gerist í fyrstu rinnu. KA-lið byrjar betur. En þegar mest á reynir þá er Álftanes með svör og sjáum við bara hérna þegar bara stigaskorinn. Álftanes með 32 skorustig, KA 24. Það er að segja þarna eru ekki talin inn mistök mótherja. En sjáum við það að Álftanes er að sækja meira stigin sín. Komða með 5 laumur þar á meðal. Það er vel gert. Ja, Dýrleif Hanna heldur áfram. Fastu bolti, Helena tekur vel á móti. Amelia upp á Heiðu. Heiða neglir þessu. Og þessi er út, þessi er farin út. Heiða kemur með lífsnauðsynlegt stig fyrir KA. Minkar því 21-19. Þá skiptir Amelia út fyrir Hrafnhildi Ástu. Og Jóna, sem er þá komin í uppgjafastöðuna, fer þá aftur í stöðu uppspyrrara í kjölfarið. Jóna, fastu bolti og þessi er inni. Þarna kom hann, ásinn hjá Jónu sem það voru að bíða eftir. Já, hann kemur að hárréttum tíma. 21-20, Álftanes í vil. Jóna kemur aftur núna. Flottu bolti og þær missa mótuna svolítið aftarlega en gera hann ágætlega úr þessu. Valdís verst vel, kemur Heiða, þessi er úti, frábælega vel gert hjá Mari og láta hann fara. Og þá er komið að Simónu Úsic. Álftanes 3 stigum frá því að taka aðra hreinu líka, komið til 2-0. Sjáum hvað Simóna gerir. Langur bolti, hann er inni, hann er inni.
Bombaði niður hérna á endanum. Og Matteo tekur þá sitt seinna leikli. Skyndilega er Álftanes með Pálmann í höndunum. 23-20. Ætla stelpurnar að koma sér í sömu vandræði og Katalið áðan. Lenda 2-0 undir. Jæja, leikli búið, sjáum hvað Simona Usic gerir núna. Káa verður að fá þetta stig. Það gerir svo sannarlega ekki því að Heiða tekur boltanum, missir hann aftur fyrir sig. Og þetta er ás hjá Simona Usic. Komið 3 stig núna. Bara 2 ásar. Álftanes 24, Káa 20 hér í annar hrinnu. Álftanes er 1-0 yfir. Simona með hennar bolta. Valdís með frábæra móttöku eins og var. Kemur boltin á Hrafnhildur Ásta blokkuð. Boltin enn í leik. Kemur boltin upp á Heiðu. Heiða blokkuð og þetta er búið. Sýndi þess að vera Nehira sem kláraði þetta. Frábær blokk hjá henni og Álftanes tekur hrinnu 2 25-20 aftur. Sýna þær alvöru karakter, snúið sér í vil þegar mest á reynir eftir að hafa verið undir allar hrinnuna. Og Álftanes er í lykilstöðu núna 2-0. Sjáum hérna gang hrinnunar. Káa virtist vera með þetta í sínum höndum en Álftanes endanum fann bara lausnir og stoppuðu sóknarleik Káa-liðsins og vinnur á endanum 5 stiga sigur, 25-20. Kom þær í 2-0 hér sem er nákvæmlega sama stað og kallaliðið á Káa lendi á móti Hamar. Strákarnir náðu að snúa því sér í vil og unnu á endanum 3-2 sigur í Oddarinnu. Og nú þurfa stelpurnar einfaldlega að leika þann leik eftir því að það er rándýrt ef þær tapa þessu leik í dag. Álftanes er búið að tapa færri stigum heldur en Káa í vetur og Káa er nú þegar búið að tapa 1 stig í dag. Álftanes alltaf örugt með 1 stig úr þessu. Sjáum hérna 20-25 sigur Álftanes í þessari annar hrinnu, bæði lið með 9 smastig, Káa með 1 ás, Álftanes með 4, Káa með 2 laumur, Álftanes 4 og bæði lið með 1 blokk. Sjáum munurinn er aðalega í ásunum og laumunum. Já. En já, sjáum til. Það var líka eitt sem ég benti á fyrir leik að Álftanes er aðeins með 7 leikmenn. Og spurningin mitt, ef að Káa-liðið nær að knýja fram 4. hrinnu og hvað þá 8. hrinnu, hvort að það sé nægilega mikið eftir á tanknum hjá Álftanesi að klára þetta, en númer 1 og 3 þarf alltaf bara Káa-liðið að halda út, klára hrinnunar. Það skiptir engu máli með eitthvað standa á leikmönnum ef að leikurinn fer bara í 3 hrinnur.
Já, eins og það nóg að vera í HKA í dag. Karlarnir unnu Hamar hér áðan í blækinu 3-2. Stelpurnar spila núna á móti Álftanesi í toppbaráttunni. K.A. Þór að spila á móti Fram í Ólafsdeild kvenna í Úlfarsárdalnum í beinni á Stöð 2 Sport. Og K.A. að spila á móti Dalvík Reyni í Kjartavæðismótinu í fótboltanum núna í Boganum. Það nóg að vera eins og svo oft áður hjá okkur fyrir norðan. Öll meistaraflokkslið K.A. í efstu deild í baráttunni með þeirra bestu. Búið að vera það núna síðustu árin og við erum afar stolt af því. Þetta verður að staða hérna í þriðju hrinnu. Boltinn á Helenu, Helena með langa bolta, hann út. Þessi var ekki inni. Álftanes fær fyrsta stigið. Simona Usic áfram í uppgjöf fyrir gestina. Kemur Helena aftur, Helena með flottan bolta og skorar. Já, Slatsjana mennsk, hún náði ekki þessu bolta ekki. Eins og búið að mæða mikið á Slatsjönu. Og nú bara pressa á K.A.-liðinu að fá upp sigur í þessari þriðju hrinnu og reyna að sýna það að borga sig að koma með aðeins fyrir leikmenn í leikina. Michelle Treyni með bolta, frábæla varist hjá Valdísi, kemur Helena með frábæran bolta og skorar. Já. Jóna Margrét áfram fyrir K.A. hér 2-1. Já, flottur bolti, mótagang mjög góð. Sjáu þið Valdísi, hún að bregðast þessari laumu. Vel gert hjá Valdísi og kemur Michelle Treyni laumar og Valdís upp á Helenu. Helena með hörkubolta, Slatsjana verst þessu, Michelle hinum megin og nei, það vantar hann að bjarga þessu. Vel geta Heiðu að ná að krafsa í boltan en við náðum ekki að klára þetta almennilega. Og staðan því 2-2. Michelle kom með 13 stig. Þessi bolti hins var allt og neðarlega frá Nehiru. Setur hann í netið, K.A. 3-2 yfir. Sex vísendar uppgæður af K.A. Það eru 3 hjá Álftanesi. Helena, fína bolta, fín móttaka eins og það líka á móti hinum megin. Og já, Valdís kemur hún yfir, vel gert, vel gert. Sensinn hins og hjá Álftanesi, kemur Michelle inn á lauma. Hrafnir Ásta missir hann yfir og þarna Michelle klók, fljót að refsa. Jafnir í 3-3. Jæja, Heiðrún fyrir gestina. 3-3 hér í þriðju hrinnu. Vel gert hjá Helenu, kemur Heiða, Hárðin frábær. Tekur kraftinn úr þessu, kemur Michelle hinum megin, situr hann ansi utalega, sneiðir hann fram hjá öllum og beint í gólf. Og kemur Álftanesi í 4-3, 15 stig hjá henni. Þvílíkur leikur, þvílík framistæða. Langur bolti og missum hann yfir en Helena að verðast þessu sem betur fer. Kemur Hrafnhildur Ásta af Hárðinni og ég veit ekki alveg hvað Heiðrún ætla sér þarna. Hún kannski ofhugsa þetta aðeins hvað hún ætlaði að gera þennan bolta.
og endanum mista hann af honum og Hrafnir Ásta fær sitt annað stig í leiknum. 4-4 hér. Gíja fyrir Káa hér. Fítbolti að missa móttökuna yfir. Jóna upp á Helenu afturlínunni. En Slatjana verst þessu kemur. Svo þessi bolti endar í gólfinu. María skorar af hárninni og í kjölfarið voru eiginlega allar búin að taka sér skref og langt tilbaka og náðu ekki að bregðast við. 5-4 Álftanes. Michelle Treni kemur hér með hennar bolta á Valdís. Vissar nálægt netinu, vel geta Jónu að bjarga þessu, lauma hinum megin. Jóna bjargar þessu og Valdís setur hann yfir. Hárbolti hérna sem að Helena verst. Heiða boltan í Hávörðina, Hávörðin frábær hjá Álftanesi. Jóna upp á Helenu afturlínu og sitt bolti, já, Dýrleif gerir vel næra að hretta þessu. Og svo í kjölfarið skorar María 7. stigið. Álftanes 6-4 yfir og Káa tekur smá peppfund. Já, það er bara að halda áfram stefnurnar. Jóna upp á Hrafnhildi Ástu. Hvar sýnist hún María hafa rekist í netið þarna. Og Káa fær því stigið. Og þessi uppgjöf frá Hrafnhildi dettur í netið. Fyrir svo yfir, en hann á að verðast þessu. Jóna laumar og skorar önnur lauman hjá Jónu. Það voru aðeins meira á vakti núna en það var ekki nóg. Jóna jafnar í 6-6. Mögnuð lauma hjá henni. 4. stig á Jónu. 1 smass, 1 ás, 2 laumur. Hrafnhildur Ásta. Kemur hér, en setur hann í netið. Áfram leiða gestirnir 7-6 núna. Ja, Jóna upp á Heiðu. Heiða, Hávörðin hins vegar áfram góð. Og voru Helena sem tekur hennar bolta, boltinu upp á Hrafnhildi Ástu. Áfram góð vörn báðum megin, þessi bolti eins og var út. Og staðan því núna 7-7. Þannig að sjáum hvað Heiða gerir. Stigastíliði Káa með 10 stig. Systir hennar aðeins stíu eftir með 9. Jóna upp á Helenu. Helena með flotta bolta áfram eins og var góð vörn. Og hann þessi bolti nálægt netinu, erfið bolti þarna. Og Káa komið yfir, 8-7. Ég segi stelpurnar með bakið fyrir vegg, þurfa sigur í þessari hrinu. Og jafnt á flestum tölum hér í þriðju hrinu. Slatjana með góða móttöku. Dýrleifurinn að lauma, Valdís sér við henni, gerir það vel. Helena blokkuð, Valdís sem ætti undir að sjálfsögðu. Helena með boltan út. Staðan jöfn núna 8-8.
Það er dýrlega þennan bolta, Valdís finnur Jónu og Hrafnhildur með þennan bolta sem verjast vel og frábær hávörð. Mér sýndist að vera Lovísa sem að tók þetta. Hennar fyrsta stig í leiknum, þriðja blokk KA-liðsins. Og í kjölfari fyrir Lovísa í uppgjöfina. KA 9, Álftanes 8 hér í þriðju hrinu. Slatjana gerir vel í móttökunni en þessi bolti er út. Út er þessi bolti. KA fær 10 stigi, 2 stigum yfir núna. Stelpurnar að hafa mikið fyrir þessu enda Álftanes með frábært lið. Jæja. Lovísa aftur. Flottur bolti. Slatjana enn og aftur með móttökuna. Kemur þetta Helena, setur hann utarlega, hann er út. Já, Helena aðeins að slá út núna. Og Álftanes minkar þetta 1 stig. Galopin þessi þriðja hrina. Enda svo sem eins og fyrstu 2 hafa verið líka. Hefur verið jafnt frá upphaf til enda. KA yfirleitt með yfirhöndina. En svo er það gestirnir sem að taka yfir þegar mest á reynir. En setja hennar bolta eins og var út. Fjóruða uppgjöf sem klikkar hjá Álftanesi. Þá er komið að Jónu Margréti Arnarsdóttur. Hörkubolti en Slatjan ekki vandræði með þetta. Heiða gerir vel hérna og svo kemur boltin yfir frá Valdísi. Flottur bolti á Michelle, frábær hávörð hins vegar. Og Heiða góð í afturlínunni, kemur svo Helena, laumar og skorar. Já. Var búinn að smassa aðeins út á undanförnu. Þá að gera lauman bara. Vel lesið á Helenu, hennar 10. stig í leiknum. Búinn að jafna systur sína hana Heiðu. Stig eftir að KA báð með 10 stig. Jæja, Jóna Margrét. Hörkuboltinn, en er Slatjan að gera mjög vel í móttöku. Og þetta er vel gert hjá Heiðu og Helena svo hinum einn, en áfram vel varist að báða bóa. Michelle hérna, átti að fara en ákvað undan að taka hann. Kemur svo, Hrafnhildur setur hann yfir, já. Það er bara að stýra hann yfir, nú er lag fyrir KA. Jóna upp á Helenu, en er það að verjast vel. Nú er sénsinn á Álftanesi, nú þurfum við að vera klárar. Hörkubolti fer af Helenu og út. Og Híra með sitt 9. stig. Tók hana smá tíma að komast á blað, en komið núna með 9 stig, það er 8 úr smössum. Og minkar þetta í 12-10. Jæja, Jóna upp á Gíu og þessi bolti þar ná að bjarga þessu. Jóna upp á Helenu sem er núna Díó megin, en það er verðast þessu. Vel gert hjá Hrafnhildur fær svo boltan hinum megin. Þarna er nákvæmlega engin, frábærlega slegið hjá henni. Frábærlega slegið hjá Hrafnhildi Ástu. Kemur KA í 13-10. Flottur bolti og eftir smá vandræði þá kemur þetta stig í bakið. Það voru í bullandi vandræði með móttökuna, en svo sláðar beint í net og niður. Fá hérna 11. stigið sitt. Þetta er alltaf svo sem málið í blækinu, aldrei að hætta, alltaf að halda áfram. 13-11.
Heiðrún fyrir gestina. Þessi bolti hins vegar á Valdísi, frábærlega gert hjá Valdísi að teygja sína bolta, hittir samt beint á Jónu. Og svo stórkostleg Hávörð hjá Heiðu. Heiða Elisabeth með 11. stigið sitt og hennar annað blokkstig. Hún með helmingina blokkum KA-liðsins, 4 blokkstig sem við erum með. Það var 2 frá Heiðu, 14-11. Við höfum svo sem verið í þessari stöðu í hrinum 1 og 2, en ekki náðu að klára. Þurfum við að halda áfram. Yfir, hann er út frá Michelle og það er svo mikið að fullera neitt, en ég finnst þess að lesa aðeins í líkamstjáningu Álfnesingar, það er nokkur að leikmanni á Álftanesi að þær eru svona fattar að þreytast aðeins og þær eru ekkert með skiptimenn. Og Jóna upp á Hrafnhildi, Hrafnhildur á fín vörn hins vegar, kemur þessi bolti eftir í netið og Álftanes fær stigið, 15-12. Valdís kemur þá aftur. Hrafnhildur sendur hann út. Já, hárrétt. 15-13, 2 stig í Álftanesi. Ekki eru við að fara að horfa á þriðju hrinuna sem að gestirnir snúa sér sér í vil. Jóna á Lovísu en Michelle réttumst af. Og þessi bolti svo frá Maríu. Að háutinu beint niður. Vel gert. Æja. Jóna upp á Heiðu. Heiða, já. Gerir hún virkilega vel. Mætir bolta þarna og reynir opnar svolítið, færir hjá sér og sendir boltan bara í gólfið. Og kemur KA aftur, 2 stigum yfir. Mikilvægt að ná að verja þessa forystu. Ekki bjóða upp á Álftanes, náði aftur að jafna metin. Frábær Hávörð, Statjarnan sem mætt undir og sendir hann yfir. Kemur boltina á Heiðu. Heiða voru að funheit hérna. En þá eru blokkuð. Já, ekki alveg viss hvort það hafi verið Dýrleif eða Simona sem átt þessu blokk, en skrámandi bara á Dýrleif. 15-16. Boltinn hér upp á Heiðu. Heiða svarar strax fyrir sig. Þetta er nákvæmlega málið þegar maður er blokkaður. Það er að fá strax aftur að kýla á þetta. Og koma sér aftur í rétta stöðu. Heiða þá í uppgjafarstöðu. 13 stig hjá henni. Fínn bolti. Og þessi er út. Þetta er dýrt. Núna fekk hvert stig að vera mjög mikilvægt. 18-15 hér fyrir KA. Gleymið ekki að KA verður að vinna hrinuna. Kemur Laumann og Valdís er mætt að sjálfsögðu. Frábærlega gert og frábær Hávörð.
Allavega staðan núna 15-19 og þá tekur hann Egill Þorri Arnarsson, þjálfari Álftanes leikhlé. Nú skiptir öllu máli að læra af fyrstu tveimur hrinunum og ná að klára dæmið. Já, 19-15 fyrir Káa, 3 stig í röð og þurfum halda þessu áfram, knýja fram 4. hrinu. Heiða, Elisabeth, flottur bolti og Dýrleif reyna að lauma en Helena styr við henni, boltinn er ennþá Álftanes megin. Valdís frábærlega til mætir, Jóna á síðustu stundu snýr hún sig yfir í smass og bombar boltanum í gólfið, frábærlega gert hjá Jónu. Hann er 5. stig í leiknum, 20-15. Við færumst nær og nær 4. hrinu. Stefnir í langan blagdag hér í Káa-milinu. Heiða, já. Fýtt bolti frá henni og já, og svo erum mætt líka í afturlínuna. Frábær hávörð hjá Jónu. Já, lein í hávörðinni. Það truflar hann ekki neitt. Stórbrotin hávörð hjá henni. Káa 21, Álftanes 15, 5 stig í röð á Káa. Dýrleif reyna að lauma en aftur er Helena búin að loka á hana. Og hérna skildi fáum við stig úr því, Helena Kristín með blokkstig. 22-15, stelpunar eru að sigla þessu og þá tekur hann leikhlé. Hann Egill Þorri. Nú er staðan orðin erfið fyrir Álftanes hér í 3. hrinu. Stefnir allt í að við séum að fara í 4. hrinu. Já, leikhlé búið. Förum við tölfræðina eftir smá hér í 3. hrinu. Nú er bara stórspurningin hvort að Káa-liðin á ekki örugglega að klára verkefnið. Þær eru í lykilstöðu. 22-15 yfir hér. Heiða búin að vera frekar sannfærandi í sínum uppgjöfum. Kemur hér. Já, fýtt bolti frá henni, kemur Michelle afturlínunni, boltinn dansar hana á netinu. Kemur svo á Helenu, Helena með hörkubolta, Sladjan aðeins að verst mjög vel. Og afturlínu smass aftur, nú er Valdís sem verst. Boltinn á Helenu, Helena bombar sig í gólfið, þetta. Svona hennar einkennismerki, fastur bolti, beint í gólf. Hennar 12. stig, 23-15 núna, 2 stig sem Káa vantar. Jóna, frábær hárninni, í staðinn fáum við mjög þægilega bolta yfir, nú þurfum við að refsa. En það ná að verjast þessu og komum við yfir
Aftur er lag. Kemur Helena og bombar þessu með frá hávörðinni niður. 24-15. Helena komið 13 stig. 24-15. Káa er að ganga frá gestunum núna 8 stig í röð. Eitt í viðbót og þá erum við að fara í fjórðu hreinu. Michelle með boltan enda dettur af netinu en Jóna nær að berjast þessu og virðist eitthvað mistiða sig. Skora, já, mér sýnist Jóna eitthvað að hafa farið en það virðist alltaf ekki að hafa alvarlegt sem betur verið. En María heldur þessu á lífi fyrir Álftanes en það þarf heldur betur kraftaverk ef það er alltaf að snúa þessari hreinu sér í vil. Dýrleif Hanna fyrir gestina. Kemur hann yfir, Valdís með móttökuna, boltinn hér upp á Heiðu í afturlínunni. Framvel varist og frábær Hávörð. Boltinn beint yfir og kemur Heiða aftur í afturlínu, þessi er úti. Þessi var úti. Sérstaklega fögnuðu þessu en þessi var úti. Sautján 24. En er Álftanes inn í þessu í þessari þriðju hreinu. Dýrleif. Með bolta sem að Helena tekur. Færir svo boltan frá Heiðu systur sinni. Og hvar endar þessi bolti? Michelle menna bolta út og Káa tekur þriðju hreinu. 25-17. Minkar þar með munin í 2-1 og við erum að fara í fjórðu hreinu og eins og ég segi ekkert ólíklegt að það sé kannski aðeins meira á tanknum hjá Káa því við getum rótera liðinu. Álftanes er með 7 leikmenn. Þegar þú ert með líbero þá þýðir það að eina pásan er rétt svo fyrir miðjurnar í afturlínunni. En sjáum hérna þessa þriðju hreinu hvernig hún spilaðist. Munur var núna í staðin fyrir að Álftanes næði að snúa þessu sér yfir. Það minnkuði 1 stig undir restina. Þá kom frábær kafli á Káa-liðinu og það gerði út þetta og vinna að lokum 25-17 sigur í þriðju hreinu. Staðan því 2-1 núna. Sjáum hér tölfræðina í þriðju hreinu. Káa skora 7 smarstig, Álftanes 8. Káa sem er 4 laumur, Álftanes 1. Káa með 5 blokkir, Álftanes 1. Og Káa fær 9 stig eftir mistök mótherja. Þar af 2 mismunandi uppgjafir. Káa klikkar aðeins á 1 uppgjöf. Þannig sjáum það að smössin eru svo sem mjög álíka. En síðan er Káa með töluvert. Það var öflugri Hávörð hvað var að fá að það var stig út úr í. Stigaskor leikmanna hér, 42 skorustigi á Káa, gett 45. Helena Kristín og Heiða Elisabeth Gunnarsdættur með 13 stigi á Káa. Jóna Margrét með 6, Gíja 5, aðrar minna. Hjá Álftanesi, þar er Michelle Treni stigast með 15 stig, María með 13, Nehira með 9 og Dýrleif Hanna 4. Já, við erum að fara í fjórðu hreinu og kæmi mér í rauninni ekkert óvart. Það yrði eins og köllunum á að það yrði 8 hreina. Það yrði nú alveg eftir í 2 risa leikir í blakkinu hér í Káa-bílunum í dag og það væri alveg magnað ef að báðir leikir færu í odd. En stelpurnar þurfum að halda áfram. Það þurfum að halda áfram að þjarma að gestunum.
Já, til þeirra löng pása núna milli hérna. En já, þáttur að ég sé búinn að segja svolítið að, að Álftanes sé bara með þessa 7 leikmenn sína á svo sem ekki eins og K.A. Sigurðis er búið að rótera mikið á móti. Þannig að munum kannski ekki svo svakalega á álagspunktunum en K.A. hefur þá allavega möguleikan á því að rótera. En þá er alltaf að vera klárt hérna. Líberó skiptingarnar komnar inn. Og þá verður ekkert að vanbúnaði að fara að hefja veisluna aftur. Álftanes 2, K.A. 1 eftir 3 hrinur, svo 4. að fara af stað hér í K.A.-milinu. Alvöru toppslagur. Efstu 2 liðin í deildinni í úrvalsdeild kvenna. Og það er Jóna Margrét Arnarsdóttir sem að byrjar þetta. Kemur hún. Bolti, Sladjana, gefur ekkert eftir. Og svo Jóna með flotta vörn. Hanna vantaði eitthvað áfram. Tala betur saman, Gíja og Valdís. Og Álftanes, þið komið í 1-0. Nehira Sahirovic í uppgjöfinni fyrir gestina. Boltinn skoppar á netinu, fer yfir, kemur hér á Hrafnhildur. Hrafnhildur á stað með frábæra bolta. Þetta er bara beinustu liði gólf. Og Gíja gerir vel hérna, næra loka hérna og Jóna svo góð í afturlínu, kemur svo boltinn á Heiðu. Heiða setur hann auðvitaðlega en verðist þessu. Kemur Michelle setur henni hárutuna út, klókt hjá henni. Bókstaflega klókt út spil. Og Álftanes leiði því hér 2-1 í byrjun 4. hrinnu. Alltaf áfram með K.A. með bakið við vegg. Megi ekki tapa hrinnunni. Og þetta er magnaður ás hjá Heiðrúnu. Ekki oft sem hún sér Valdísi fá á sig ás. En það gerist. Þarna sá Heiðrúnu skora sem fyrsta ás í dag. Setur boltan aftur á Valdísi. Valdísi klár núna. Kemur Gíja, hörkubolta. Heiðrún hins vegar verst þessu vel. Og já, fít varnarleikur. Kemur boltin tilbaka á Hrafnhildi. Það var engin hávörn en boltin aðeins fyrir aftan hana. Hún náði ekki alveg að slá þetta afmennilega. Og aftur Hrafnhildur. Hrafnhildur, núna slæðir hún með frá línu. En Heiðrún, það er að bregðast við. Æja, boltin hérna upp á Heiðu. Heiða, en hávörn er góð. Og þarna tekur Jóna í boltan og meðan Helena fyrirgeði var klár fyrir aftan hana. Og Álftanes komið 3 stig í röð, kom þar í 4-1 stöðu. Og alveg ljóst að Hólið þarf að svara sem allra fyrst. Þessi er út, þessi bolti frá Maríu. 4-2.
Þetta alvöru hávörn, alvöru hávörn. Lovísa með sína þriðju blokk. Öll 3 stigin eru blokkstig og Káa að laga stöðuna, 3-4. Þetta eins og að vera slegið hjá Michelle. Hún kom með 17 stig, stigast af vellinum. 11 smash, 1 ás, 3 laumur, 2 blokk. Þessi bolti frá Michelle er allt og neðarlega fyrir í netið. Hrafnhildur Ásta. Fít bolti frá henni en þetta var alvöru lauma. Vá, þetta var hrikalega vel gert af Simona Usic. Snirtilega gert. Það er held ég ekki allir sem hefðu bæði geta framkvæmt eða hvað þá líka bara hafa yfirsýnina í að sjá að þetta var í boði. Þetta kemur Lovísa með boltan í net. Jóna á Heiðu. Heiða nýta boltanum utalega en það er ná að verðast þessu. Kemur Heiða staðinn, nei, Zlatjana verst vel. Kemur svo boltinn þetta kantinn en fín hávörn. Og í kjölfarið svo Hrafnhildur Ásta með fína vörn. Kemur Helena með boltan hérna af netinu. En það er Zlatjana Smiljanic sem að verst og þessi bolt er inni. Þessi er inni. Ekki nokkuð spurning. Þessi var inni. Nehira Sahirovic kom með 11 stig. Kemur Álftanes í 8-4 hér í 4. hrinnu. Nei, þessi bolti var allan inni. Álftanes kom með 3 stig í röð núna. Það vil eftir bara halda áfram að spila sinn leik. Þetta er svo vel gert hjá Helenu. Boltinn er upp á Heiðu. Heiða bombar þessu af hávörðina út. Og sækir hér 5. stig Káa. Og hennar 14. í leiknum. Hún og Helena eru búin að vera hlið við hlið. Það var stigaskorun í dag. Og einmitt Heiða núna komin í afturlínuna í uppgjöfina. Þá var Helena komin fram. Heiða. Elisabeth með hennar bolta. Fít bolti. Mótgangin sem var bara mjög góð. Hávörnin góð en boltinn út og Nehira Sahirovic kom með 12 stig. Dýrleif setur hennar bolta í net. Staða núna 9-6. Uppgefðan aðeins fann hann að klikka hjá gestunum þegar það byrjuðu rosalega sterkt. Það er búin að klikka núna á 6 í heildina.
Meðan Kávalið sem að byrja að klikka mörgum uppgjöfum eru búin að ná að skrúa svolítið fyrir það hjá sér. Æja, þá Lovísa rauð fyrir Káa. Hún getur alveg sótt Ásana líka. Hvað gerir hún hér? Lovísa. Fínn bolti en Slatjana gerir vel. Og þessi bolti á netinu. Ég ekki viss að það hafi verið Hávard. Já, það var ekki að sjá þetta sem Hávard, það sá þetta bara sem mistök mótherja því að þessi bolti var það neðarlega. Ég ætla alveg að fullyrða það. Það var tekið næstu setningu. Það hefði verið 4. Káa 7, Álftanes 9. Lovísa. Reynir aftur fyrir sér. Slatjana enn og aftur gerir vel. Og lauma frá Jónu en núna er klárar. Á, frábælega gert! Fyrstu Hrafnhildi og svo Jónu að ná að berga þessi bolta upp í loft. Og þessi bolti neðarlega frá henni Nehiru. Og Káa 3 stig í röð. Skyndilega staðurinn 8-9. Og Káa getur jafnað metin. Lovísa, fínn bolti, en við erum svolítið að setja alltaf á Slatjunu sem er alltaf búin að vera frábær í dag. Og í kjölfarið skora svo María sitt 15. stig. Og við heldur forystu Álftanesinga 10-8. Já, kemur Helena blokkuð. Boltinn hins var Álftanes megin. Fín Hávard hjá Gíu. Aftur kemur Michelle, nú er það Heiða sem verst í afturlínunni. Kemur boltinn á Gíu og Gíja hittir hann ekki nægilega vel. Og hann snýst bara hana í höndunum á henni. 11-8 Álftanes. Æja, Jóna upp á Helenu. Helena bombar, er frábær vörn hjá Slatjunu Smiljanic. Fín Hávard hérna hjá Gíu. Og voru það Jóna sem gerir þetta frábærlega. Boltinn var á leiðinni yfir. Og í staðinn fyrir að reyna að spila hann, þá ákveðum bara að stýra hann beint í gólfið. Vel gert hjá Jónu. Hennar 7. stig. Mikilvægt. Káa 9. Álftanes 11 hér í 4. hrinu. Gleymum því ekki, ef Álftanes vinnur þessa hrinu, þá fara þær heim með öll 3 stigin. Káaliðið verður hið minnsta að vinna þessa hrinu til að fá ekki út úr þessum leik. Og þarna kemur Ásinn. Já, Jóna Margrét. Ástu með 2 hjá henni í dag. Og hennar 8. stig. Kraftur í þessu. Boltinn snýst þarna yfir netið. Minkar þetta í 1 stig. 10-11 núna. Jóna, aftur, flottur bolti og þetta er aftur Ás. Já, hvað sagði ég? Þegar Jóna Margrét er að gera uppgjöfna sínar, það eru allir Ásatrúar. Það er ekki hægt annað. 2 í röð núna, 3 í heildina hjá henni. Jafnar í 11-11. Hvað gerur hún núna? Hörku bolti núna á að sjá við þessu. Frábær Hávard. En annarkvæmt Hrafnhildur eða Gíja hafa rekist í netið og Álftanes verði stigið. Þá er Nehira Sahirovic fyrir Álftanes. En þær eru farnar að klikka svolítið uppgjöfun núna. Þá hafa bæði lið klikkað á 7 uppgjöfum, en þetta er að snúast við. Helena Kristín
fyrir Káa. Staðan 12-12. Flottu bolti og þær í bölvuðu brasi núna. Koma boltanum sem var yfir. Nú sénsinn á að finna Gíu og koma boltanum yfir. Aftur séns, nú gera Heiða, touch og Káa fær stigið. Heiða Elísabet Gunnarsdóttir, 15 stig hjá henni. Nú staðan 13-12. Heiða skorar ás. Þessi bolti datt í gólfið. Og Helena skorar. Hennar þriðji ás í leiknum. Kemur Káa í 14-12. Þetta alvöru kafli. Og Egill Þorri lítið annað í stöðunni en að taka leikhlé fyrir hönd Álftanes. Það systur Heiða og Helena algjörlega magnaðar í þessari stigaskorun. Sjáum það með þér. 15 stig á Heiðu, 14 á Helenu. Jóna kom með 9 sem líka virkilega vel gert sem viðspilari. Gía 5 á miðjunni. Svo Michelle Treni 17 stigast á vellinum hjá Álftanesi. Marja líka búin að vera minna hressel á sig þegar liða leikinn, komin 15 stig og Nehira Sahirovic komin með 12 stig, aðrar minna. Fjórtán 12 fyrir Káa. Þetta að snúast núna. Þá kom að því að klikkaði uppgjöf hjá Káa-liðinu. Það var búið að vera lömbið. Álftanes stíu undir. Þá komið að Heiðrúnu. Heiðrún með 1 ás í dag. En Valdís sér við þessu og kemur Gía boltinn í netið. En áfram í leik, Jóna á Hrafnhildur, Vá, þetta var smass eftir línu upp á gjörsamlega 10. Frábærlega slegið á Hrafnhildi Ástu. Hann 5. stig, öll úr smössum. Káa, 15-13 yfir núna. Gía Guðnadóttir í uppgjöfinni. Og Michelle með bolta en Helena vel staðsett, kemur svo Heiða ítir boltan í hávörðina, þeir ná að bjarga þessu. Þeir komum yfir, Michelle með bolta sem að Gía tekur boltin upp á Helenu, Helena bombar þessu en Slatjana bjargar þessu, vel gett hjá henni. Lauma beint á Jónu. Gía upp á Hrafnhildur með flottan bolta en frábær vörn báðum megin núna. Michelle með bolta og skorar. Já. Michelle 18 stig hjá henni. Minkar þetta í 1, 15-14. Jæja, Helena með móttökuna, boltinn svo upp á Hrafnhildur með hörku bolta, fín vörn og hvað enda þessi bolti? Þetta Káa megin, Jóna á Hrafnhildur með boltan hérna af netinu, enn í leik, reyna að lauma, Jóna sem mætt undir, Valdís upp á Heiða bombar þessu og skorar. Já, Heiða Elísabet með 16. stigið, þar af 12 úr smössum. Þá
gerum við skiptinguna sem við erum búin að gera í fyrstu 2 hrinunum, gerum hana ekki í 3. hins vegar. Það er að fá Amelíu inn fyrir hana Hrafnhildi Ástu og þá er Amelía að fara að spila uppstyrjarstöðuna og Jóna spilar það sem Díó. Flottur bolti, og Michelle með utanlega bolta en Valdís alveg með þetta og svo kemur frábær bolti frá henni Heiðu. Hennar 17. stig. Amelía aftur í uppgjöfina. Var tæpa að skora ásamt á það. Kemur svo aftur núna. Amelía. Setur henni netið. Og skiptir svo aftur við Hrafnhildi. Þetta er alltaf hættan við að þú ert að sækja úr uppgjöfunum. En 2 stiga munur. Káa 8 stigum frá því að knýja fram með Oddarinnu. Kemur Heiða, setur hann í hávörðuna út. Það klikkar ekkert hjá Heiðu núna. 18-15. Þetta er mögnuð frammistaða. Heiða á stað hérna, flott, fín móttaka líka á Michelle, setur hann eins og að létt yfir, boltinn upp á Helenu, en setur hann á Michelle og sem fær hann tilbaka, setur hann eins og í netið, ég segi hann búið að mæðir mikið á henni. Nítján 15. Færumst nær og nær. Alltaf vantarlega einmitt þarna á kantinn og þessi hávörn. Gott að það var ekki alvarlegt. Því að látbræði Jónu og hélt þetta var eitthvað mjög alvarlegt en nei, það var greinilega bara aðeins að gera úr þessu. Frábærlega gert hjá Jónu. 20-15. Heiða enn í uppgjöfinni, flottu bolti en aftarlega. Það þarf að koma yfir. Jóna upp á Heiðu en þessi er út. Ekki alveg komið. Altanes heldur áfram hér. Dýrleif Hanna fyrir gestina. 20-16 fyrir Káa. Mikið fyrir gestina að reyna að laga störnum allra fyrst. Dýrleif með hennar bolta. Þægilegur fyrir Helenu. Boltinn upp á Helenu tilbaka. Hávörðin fín. Og vel gert hjá Helenu og svo dæmti tvísla í kjölfarið. Þetta var klaufalegt. Þetta var meira svona pyrrings að reyna þetta. Og þetta stig kemur Káa í 21-16. Þá er Káa að gera skiptingu. Annika Snædís Gautadóttir kemur inn í uppgjöfina. Hvergi banginn sem koma inn hérna í krúsjál tímapunkti í 4. hrinu. Annika, flottur bolti, móttakan er svona fín hjá gestunum. Svo kemur boltinn hér upp á Gíu. Gía slær hann í netið en þrátt fyrir það er Slatjana að verðast þessu vel. Boltinn er upp á Helenu og Helena treður honum niður. Já. Helena Kristín Gunnarsdóttir, 15 stig á henni. 22-16 og þá tekur Egill Þorri
aðeins seinna leikli Álftanes í þessari fjórðu hrynu. Staðan að verða erfið fyrir Álftanes hér í fjórðu hrynu. Káa færist nærði að knýja fram 8 hrynu. Saman að síðustiginn Káa-liðið á góðu rönni núna og það er ótrúlega líka sko að það er búið að skrúa svolítið fyrir sóknarleik Álftanes. Þetta er meira búið að vera svona hálfgerð mistök hjá Káa-liðinu sem hafa verið að gefa síðustiginn hjá Álftanes. Sem kannski einmitt svo dæmi tvennt að Káa-liðið er að sækja og gera það verkum að það er erfiðara fyrir Álftanesinga að ná upp sínu sóknarleik. En líka sem ég finnst líka, mér finnst svona að vera komin þokkalega merki þreytu kannski eðlilega hjá Álftanes. Þessi boltinn sem var út, já. Úti var hann og Káa fær stigið 23-16. Áfram heldur Annika Snædís í uppgjafstöðinni. Flottu bolti hjá og meira þá, hún sækir Ás. Að sjálfsögðu. Annika gerir þetta frábærlega, komin á blað hérna með Ás. Frábærlega gert. 24-16, Káa stígir núna frá því að klára fjórðu hrynu. Og það náðist að verðast þessu núna, kemur frábær lauma. Algjörlega mögnu lauma Simona Usic. Hún kom með 3 laumur. Það eru allar 3 stórglæsilegar. Jæja, þá er Annika komin út af enda búin í uppgjöfinum. Káa þarf ennþá að sækja þetta stig sem vantar. Simona Usic má ekkert klikka hjá henni. Káa 7 stigum yfir, vantar 1 stig viðbót til þess að klára fjórðu hrynu, knýja fram 8 hrynu. Verður þá 10. hryna dagsins í dag hér í Káa-mölinu. Langur bolti. Heiða missi móttökuna yfir. Sénsinn á gestunum, kemur Michelle en hún slær hann ekki að fullu afli. Og Sladjana bjargar þessu. Kom boltan yfir. Sénsinn í Káa. Jóna, Margrét á Gíu. Gíja, nei. Sladjana vel vakandi. Fín Hávörd og dæmt net á Káa-liðið. Þetta er rétt. Það er rákust þarna í netið í Hávördunni. 24-18. Áfram er Álftanes á lífi hér. Simona Usic. Hennar bolta og Jóna upp á Hrafnhildur með boltan yfir og Michelle með boltan yfir en Hrafnhildur nær að verðast þessu og boltin dettur í netið og við náðum ekki að berga þessu. Álftanes 3 stig í röð, það gefast ekki upp, enda ekkert út í því. Simona Usic áfram í uppgjöfinni, ekkert sem á klikka hjá henni og það hefur ekki verið að gera það hjá henni. Boltin upp á Gíu. Gíja klárar þetta. Það er þess að Gíja sé að leika sér að því að slá boltan ofan á netið. Og þarna kom 7. stigið, 5 úr smössum, 1 úr blokk og Káa vinnur hrynu 4, 25-19 og þessi marathon blagdagur heldur áfram í Káa-mölinu. Við erum að fara í 8 hrynu. Þeir eru heldur betur að fá mikið fyrir penningin í Káa-tífi í dag sem er alltaf bara frábært. Hér sjáum við 4. hrynu. Álftanes byrjaði betur en svo náði Káa að snúa þessu sér í vil og endanum vinnur frekar sannfærandi 25-19 sigur. Og áhugaverð 8 hryna framundan. Ef við kíkjum aðeins á tölfræðina í 4. hrynu
25-19 sigur Káa í hrinunni. Bæði lið með 9 smarstig, Káa sem er 4 Ása, aðeins 1 hjá Álftanes, 1 lögma Káa, 2 hjá Álftanes, 2 blokkir, 0 hjá Álftanesingum. Hávörðin hjá Álftanes hefur svolítið gefið eftir í síðustu 2 hrinum. Og Káa fær svo 9 stig eftir mistök hjá mótorunum, þar af 3 missettar uppgjafir. En eins og 7 stig sem Álftanes fær eftir missettar uppgjafir á Káa. Já, það er aftur oddahrina í Káa-milinu. Stórkostlegur leikur karlamegin áðan. Káa og Hamar, sem Káa skrifaði söguna svolítið upp á nýtt. Fyrsta liði í vetur til þess að vinna Hamar og fyrsti sigur Káa á Hamar. Þegar Hamar kom með þetta frábæra lið sitt inn í Garðaflakið. Sjáum hér stigaskor leikmanna. Heiða Elisabeth stigast af Káa með 18, systirina Helena með 15, Jóna með 10, Gía 6. Já, Álftanesi er Michelle hins vegar með 19, María 15 og Nehira 12. Og sjáu það í fyrsta skipti í leiknum er Káa komið fleiri skoruð stig, 58 á móti 57. En þrátt fyrir það er Álftanes búið að gera fleiri mistök líka sem að gefa Káa stig. Þannig að í heildinni er Káa búið að skora fleiri stig, hvort sem að þessu skoruð af Káa eða eftir mistök mótherja. En hvað það? Það er oddarinnan framöndan. Hún er upp í 15 fyrir það sem ekki vita og mista á leiknum áðan. Og þegar annar liðið kom upp í 8 þá skiptaði vallarhelming. Og einmitt, lykillinn í oddarhreinu er að lenda ekki í þessum fræga slæmakafla. Heldur reyna strax að skrúa fyrir öll óþarfa mistök. Þegar hvert einasta stig skiptir gríðarlegu máli. Þegar það er aðeins spilað upp í 15. Og auk þess að spennustigið er ansi hátt. En bæði lið fá stig hér í dag. Bara spurning hvort liðið fær 3. stigið. Jæja, þá er allt klárt. Oddarhrina framöndan. Það eru gestirnir í Álftanesi sem byrja. Simona Úsitt spenna bolta. Fín móttaka hjá Heiðu. Helena með þennan bolta, hann er út hins vegar. Og fyrsta stigið er gestanna. Aftur er því Simona Úsitt í uppgjafastöðu. Sjáum hvað hann gerir hér. Það er bolti fyrir Heiðu. Boltin upp á Gíu. Já, hann var það neðarlega. Hann fór í netið tilbaka. Þetta var 4, þetta er hárrétt. Ég finnst eiginlega bara magna, minnst að báðir leikir í dag er hann rosalega vel dæmdir. Það er eiginlega engin dómur sem svona öskrar á mann að hafi verið eitthvað skrítinn. Það er bara frábært. Já, vel gett Jóna, bjargar þessi bolta og Valdís sendir það svo yfir. Sensirinn sem var hjá gestunum, Michelle Trainee með bombu þarna sem að Valdís sér allt og seint eðlilega, en boltinn hrikalega fastur. Álftanes er að byrja oddarhinnuna frábærlega, byrja í 3-0 stöðu og Michelle kom með 20 stig í leiknum. Jæja. Langur bolti, já,
fín móttaka, boltinn upp á Helenu. Helena neglir hérna en frábærlega varist hjá Slatjunu. Og þessi bolti endar í gólfinu, þvílík byrjun í oddahrinunni hjá gestunum. Nehira Sahirovic kominn með 13 stig í leiknum, kemur hann 4-0 og Matteo tekur leikhlé, skildi engan undra. Þetta getur orðið ansi snúin staða í oddahrinunni að vera 4-0 undir. Það er að finna einhvern auka kraft hérna, gestirnir, og gera það vel, gera það virkilega vel. Jæja, áfram Gakk. Ás hjá Simonu Usic. 5-0. Ekki beit leikliði á hana. Simona áfram. Flottu bolti núna frá Valdísi. Kemur Helena en vörnin góð og Heiða gerir þetta vel. Jóna á Helenu, Helena neglir, hárvörnin góð, Valdís upp á Helenu, Helena laumar, hárrétt. Þetta stig ansi mikið, þá að stoppa blæðinguna og náum að knýja fram þessa róteringu. Og þá er Jóna Margrét Arnarsdóttir í uppgjafastöðinni. Hún skilaði nokkrum ásum áðan. Hvað gerir hún núna? Jóna. Flottur bolti. Það er í smá brasi en kom alltaf yfir. Jóna. Upp á Gíu. Gía! Frábær bolti var í Gíu. Bæði aftarlega og utarlega. Og þarna var enginn að fara að berga þessu. Gía, 7 stig á henni, 5-2 núna, Álftanes í vil. Jóna Margrét. Flottur bolti en móttaka mjög góð. Og sjáu þið Heiðu og Jóna bergaði þessu, frábærlega gert. Sjensinn hins var hjá gestunum, kemur boltin aftur á Michelle, frábær hávörn. En þetta er rétt, það er fara í netið í hvort það var Hafnhildur eða Gía. Það var líklega Gía. Og Álftanes fær stigið, 6-2. Svekkjandi, þetta er flotta hávörn. En þetta er einfaldlega reglur. Valdís með hennar bolta sem að Hafnhildurinn er að redda. Og svo hvað? Já! Þessi bolti fór allan daginn yfir netið, þannig að Helena var í fullum rétti að ýta honum niður. Það sá það hver maður, þessi bolti var farin yfir. Helena, hennar 17. stig, 6-3. En við þurfum að tengja okkur stig núna, þurfum að færa okkur nær. Flottu bolti Helena, Slatjan áfram með góða móttöku. Og þessi er út! K.A. fær stigið. 4-6 núna. Það eru sveiflur hérna í oddahrinunni. 4-6 núna fyrir Álftanes. Þetta er komist í 5-0. Þetta er virkilega góð móttaka kemur. Eins og er ekki alveg gott slag úr þessu og Hrafnhildur Ásta með hennar flotta bolta. Michelle Treini skorar og hún getur ekki hægt að skora. 21 stig hjá henni. Kemur Álftanes í 7-4. Þá er Heiðrún Ómarsdóttir komin í uppgjöfina.
Helena með móttökuna. Boltinu upp á Hrafnhildur. Já, ok, boltinu dettur hérna aftur tilbaka. Káa megin. Heiða. Og dettur í gólfið. Svekkjandi þarna fyrir Maríu. Þetta er frábæra hávörn. Það var engin klári að bregðast við og redda boltanum. Hann datt í gólfið. Heiða komið það með 19 stig. Minkar þetta í 5-7. Gíja í uppgjafastöðu. Valdís utanvalla núna. Gíja. Já. Samvarandi bolti á henni og reyna að lauma en Jóna tekur hann. Gíja upp á Hrafnhildur íti boltanum en Michelle gerir þetta vel, fær svo boltan tilbaka, setur hann yfir og Helena bregst við. Boltinn svo upp á Helenu afturlínu. Flottur bolti, heldur betur flottur bolti og Helena minkar í 6-7. Munurinn orðinn 1 stig eftir þessa stórkostlegu byrjun Álftanes í oddarinnunni. Helena kom með 18 stig. Gíja aftur í uppgjafastöðunni hér. Flottur bolti, það missa móttökuna tilbaka. Þau bara skilja hún yfir. Jóna upp á Heiðu, Heiða blokkuð og blokkuð út. Bittu nú við, sko, hún er blokkuð út. Dómar vil að meina að leikmaður K hafi snert boltan leiðin út. Ég er ekki viss að svo hafi verið. Nú þurfa eitthvað að fara yfir þetta. Ég er ekki viss að leikmaður K hafi snert boltan á leiðin út. Það er ég bara alls ekki viss um. Hvað ákveða þeir dómarar? Já, endur tekið. Ég held að sé hárrétt. Fyrst að þetta er hægt í blaðkinu, ef mann er ekki alveg 100%, þá er bara endurtekið. Þetta er kosturinn í blaðkinu, þetta er option. Og staðan því áfram, 6-7. Gíja Guðnadóttir fyrir Káa. Kemur. Flottur bolti frá Michelle, Káa verst þessu. Heiða ítur honum vel yfir, það erfiðu boltinn, hún gerði vel í þessu hins vegar. Og María frábærlega gert hjá Jónu, hún bjargaði þessi bolta. Sénsinn hjá Álftanesi núna, Michelle Treyni, hárðina út. Og sé til þess að Álftanes leiðir 8-6 þegar liðin snúa og skipta vallarhelming. Álftanes með yfirhöndina. Káa er að hóta því að jafna þetta. Þá er Michelle Treyni komin í afturlínuna, er í uppgjafastöðunni. 8-6 Álftanes. Spilað upp í 15. Vel gert hjá Valdísi, boltinn er upp á Hrafnhildur Ásta, bombar þessu, frábær vörðin sér á Slatsjunum með Smiljanits. María setur henni yfir. Og þarna var eitthvað klúður hjá stelpunum, vantaði kannski hver átt að taka fyrsta boltan og fyrir vikið var vandræði með boltan 2 og svo boltan 3. Álftanes 9-6 yfir núna, það eru 6 stigum frá því að klára leikinn. Michelle Treyni. Hérna bolta, Helena tekur vel á móti, boltinn er upp á Heiðu, Heiða skorar, já. 20 stig hjá Heiðu í dag, það er á 16 smarstig. Og við höldum áfram með þessa
breytingu að setja Amelíu inn fyrir Hrafnhildi Ástu. Þannig að framlínan núna Heiða, Lovísa og Jóna. Jóna þá klár að smassa úr díóstöðunni. Flottur bolti frá Amelíu, það verðast þess að mjög vel. María setur hann yfir og vel gert hjá Heiðu. Heiða fær hann tilbaka frá Amelíu og flottur bolti, áfram vel varist. Michelle aftur línu. Þetta er vel gert hjá Helenu. Hvar endar þessi bolti? Kemur í Jóna blokkuð. Enn í leik. Amelía á Heiðu. Heiða yfir. Og þessi bolti er inni. Michelle með hörku bolta hérna. Þá skiptum við aftur Amelía út og fáum Hrafnhildi inn. 10-7 núna, Álftanes 5 stigum frá þessu. Mér finnst það svona aðeins að dreigja úr kraftinum í smössunum. Það vilti ekki smassa út. Og þá kemur einmitt María með boltan út úr uppgjöfinni. Og Káa þiggur þetta stig með þökkum. Káa 8, Álftanes 10, spilað upp í 15 hér í Oddahreinunni. Stórkostleg blakveisla í Káa-vélunni í dag. Hvernig endar þessi seinni leikur? Heiða, Elisabeth. Flottur bolti, hann er Slatjana Valla stiga fylspor, frábær hávörð, boltin enn í leik. Setja hann yfir, þetta er út, að setja hann út! 2 stig í röð sem Káa fær núna eftir að ég var að tala að liðið myndi ekki vilja slá hann út. Já, hérna hér, Káa 9, Álftanes 10. Og það gæti verið hrikalega sterkt andlega að ná jafnametti núna í 10-10. Heiða, Elisabeth. Flottur bolti, Slatjan í vandræðum og þetta er ás hjá Heiðu. Jafnar í 10-10. 21 stig hjá henni. Það hlaut að koma að því að Slatjana myndi stíga feilspor. Valla gert það í dag. Og þá tekur hann Egill Þorri Arnarsson, þjálfari Álftanes leikhlé. Bæði lið búin að taka 1 leikhlé hér í Oddahreinunni. Staðan er 10-10. Álftanes komst í 5-0 í Oddahreinunni. Káa búið að svara með 10-5 kafla. Já, hérna hér. Já, hérna sjáum við Stígur Ásum, Káa með 8 ása, Álftanes 9. Helena Kristín og Jóna báðu með 3 ása. Annika Snædís og Heiða Elisabeth báðu með 1. Hjá gestunum þar er María og Simóna báðu með 3. Svo er það Dýrleif Michelle og Heiðrún allar með 1 ás. Jæja, leiklið búið. Heiða heldur áfram. 10-10. Kemur Heiða, flottur bolti, nú er Slatjan eins af með betri móttöku. Þær eru í vandræðum hins vegar og koma honum ekki yfir. Og Káa er skyndilega komið í 11-10 stöðu. Já, hérna hér. Geislar af henni sjálfstöðustið og henni Heiðu. Og það er ákaflega jákvætt en það heldur hann áfram að þjarma þeim. Kemur Michelle með bolta. Heiða tekur á móti, boltin er upp á Helenu, Helena blokkuð. Jóna fljóta bregðast við. Hvar endar þessi bolti? Jóna upp á Helena aftur. Helena ætlaði að sneiða hann hérna utalega. Gekk ekki. Staðan 11-11. Jæja, Dýrleif Hanna fyrir Álftanes, nú er hvert stig risastórt. Og Jóna ýtir þessi bolta yfir og fær á endanum stigið. Jóna Margrét, 11. stigið hennar.
Vel gert hjá Valdís líka. Valdís að teygja sig í boltan og Jóna las hann svo hárrétt að ýta honum yfir. Og talandi að vera sjálfstöðstu í lagi, Annika Snædís mætt hér í uppgjöfina. Flottur bolti frá henni, skoraði Ás á hann og hér kemur mögnuð lauma. Við erum ekki að sjá við laumunum frá henni Simóna Úsic. Allar 4 laumundarinnar algjörlega frábærar og hún jafnar hér í 12-12. Sú er köld að henda í laumu þarna þessari stöðu. Þetta er misheppnast, það verður KA í séns á að refsa allhressilega. Staðan 12-12 og í kjölfari fer Simóna í uppgjöfina. Hún er með öflugar uppgjafir, við vorum í vandræðum hennar síðast. Hvað gerist núna? Jæja, allt klárt. Simóna Úsic. Á sama tíma er Michelle Treni komin aftur í framlínu. Og hún mun alveg klálega þurfa að fá að smassa, en þá kemur bolti í net frá Simónu. Hún valdi aldeilis tíman til þess að klikka uppgjöf. 9. uppgjöf sem klikkar hjá Álftnesingum. Bæði lið búin að klikka 9 núna. Þá er Jóna Margrét Arnarsdóttir fyrir KA og Egill Þorri tekur leikhlé. Reynir eitthvað að hafa áhrif á Jónu. Þetta verður aldeilis. Spennandi að sjá. Þá er Egill búið með sín leikhlé. Ég bara trú ekki hvaða veislu við erum búin að fá í dag. Maður auðvitað bjóst með hörku leikjum, en að báði leikir fari í hörku Oddahrinu er eiginlega alveg magnað. Þetta sést að vísa ekki mynd, en Gísli Marteinn línuvörður hér alveg búinn á því eftir maraþonleik karlamegin, og svo núna búinn að vera að standa og dæma á línunni maraþonleik beint í kjölfari hjá stelpunum. En hvað það? Áfram gakk. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Þessi bolti er inni. Hann er inni. Þetta er Ás hjá Jónu. Hann var ansi uttalega, en hann var alveg klárlega inni. Og Jóna kemur KA í 14-12. KA í stigi frá því að klára þetta. 12 stig á Jónu. 4 Ásar. Hvað gerur hún hér? Leiklið beit ekkert á hana. Og þær er að bjarga þessu, komum yfir. Hún er sem svo að lag, Jóna og Gíja bombar þessu. Komum yfir, aftur þurfum við að sækja. Boltinn á Helena bombar þessu, frábær hávörn. Og kom boltinn yfir, spurning með, það ekki að vera í net, virðist ekki að vera, þannig að boltinn er áfram í leik. Nú er séns á gestunum. Kemur Michelle Treni, hann er úti og KA vinnur leikinn, 15-12. Hér í Oddahrinu og það er samanlagt 3-2. Frábær karakter sigur hjá stelpunum, rétt eins og strákunum. Það lentu 2-0 undir, en vinna á endanum í Oddahrinu, og það lentu meira þess að 5-0 undir í Oddahrinu, en létu það ekkert á sig taka og sækja hér frábær stig í toppbaráttunni. Og það þýðir það núna að þó að Álftanes eigi ennþá leik til góða á KA, þá er KA núna 3 stigum fyrir ofan Álftanes. Sjáum hér hvernig þessi Oddahrina spilaðist. Álftanes komst í 5-0 og var svo 7-10 yfir, en þá kom að því að KA-lið snýrir sér yfir og vinnur 15-12 og leikið þar samanlagt 3-2. Algjörlega magnaður leikur í alla staði. Og sjáum hér tölfræðina, 15-12 í Oddahrinu.
Káa með 4 smös, Álftanes 5. Káa með 2 ása, 1 hjá Álftanesi, 3 laumur á Káa, 1 hjá Álftanesingum, engin blokk og Káa skora 60 eftir mistökum mótherja og klikkaði ekki eftir einustu uppgjöf. Kíkjum kannski örstutt á stigaskorinn. Sjáum hérna hjá Káa, Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, stórkostlega með 21 stig, systirinnar Helena Kristín með 18, Jóna Margrét með 12, Gía 7, Hrafnhildur Ásta 5, Lovísa Rut 3, Annika Snædís 1. Hjá gestunum þar var Michelle Treyni stigaðist og stigast á vellinum með 23 stig, Marja var með 15, Nehira Sahirovic með 13, Simona Júsic með 7, Dýrleif Hanna 4 og Heiðrún Ómarsdóttir var með 2 stig. En já, þetta er algjörlega geggjað. Frábær karakter bæði á kalla og kvennaliðinu í dag. Lenda í erfiðri stöðu 2-0 undir en snúaði sér yfir og vinna risa sigra í toppbaráttunni. Sjáum hérna samanburð á stigaskorurunum Heiðu og Michelle. Skora 21 stig hún Heiða, 23 stig hún Michelle. Heiða skorar 16 stig úr smössum, Michelle 17. Báða með 1 ás, Michelle með 3 laumur, Heiða 2. Báða með 2 blokkir. Svo er ekki magnað að sjá að Heiða tekur 24 uppgjafir og hann er aðeins 1 sem klikkar hjá henni. Michelle tekur 16 uppgjafir og það sama 1 sem klikkar. En það þýðir alltaf að uppgjafanýtingin er hærri hjá Heiðu. En þetta er gaman að skoða og pæla aðeins í þessu. En frábær leikur hjá þeim báðum og bara frábær leikur hjá báðum liðum. Algjörlega magnað að fylgjast með þessu. En já, ég held við höfum að segja þetta gott í dag. Bara takk kærlega fyrir áhorfið. Þetta var heldur betur mögnuð blakveisla í dag. Bæði hjá körlunum og konunum. Við þurfum að annars þökkum við kærlega fyrir okkur. Ágúst Stefánsson heiti ég. Og Stefán Jóhansson var með mér í þessu. Annars, já, takk kærlega og við sjáumst fersk. Bless, bless.